Komið sæl og verið velkomin í frétti vikunar þann 16. ágúst 2024. Vikulega fréttaþáttinn með einföldu grunngildin sem þið þekkið. Ást á ættjörðu, ást á sannleika. Við erum stödd á sérstökum stað núna að taka upp við óhefnbundnar aðstæður en það þýðir ekki að þátturinn í dag sé ekki þeim mun episkari. Þið þekkið það að hér í hverri viku þá erum við að bjóða upp á framúrskarandi efni og nú erum við að okkur efni úr öllum áttum. Ég ætla að fara betur yfir það hvað við erum að fara að sjá í þessu þætti eftir að ég nefni það kurteisislega og sakleysislega hér að fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Þorgunnsson, byggingavöruverslun með meira en 80 ára sögu sem selur það gæða efni sem þið vantar til þess að gera upp baðherbyggi, gera upp skrifstofuhúsnæði, gera upp hvað sem er, panelar, allt mögulegt. Þið fáið það í Þorgunnsson og þetta er engu líkt, farið þangað og kíkið í heimsókn. Annars samstarfsaðili er Happy Hydrate. Vökvajafnvægi í líkamanum er eitthvað sem sífellt fleiri eru að fatta að skiptir sífellt meira máli. Ef þú ert í sánu, ef þú ert í rektinu og fer út að labba, ef þú ert bara í daglegu lífi, þá þarftu að passa upp á vökvajafnvægi. Það eru vítamín, það eru sölt. Þú getur leyst málið með Happy Hydrate, þið sjáu þetta í gomm og stæðum í búðum, kaupið það og reddi málunum. Ég drekk þetta sjálfur. Þetta er gott. Fréttir vikunar með Snorra Másinni, ritstjóra. Við erum með, eins og ég sagði, efni úr öllum áttum í dag. Við ætlum að byrja á því að víkja sögunni að broti sem við ætlum að fá upp úr þætti skoðanabræða frá því þessari viku. Þar sem við erum að ræða stórkostlegan rithöfund og líkindafræðing og tölfræðing að nafni Nassim Nicholas Taleb. Við erum að fara yfir hans feril og hans sögu og svona, en í þessu broti sem ég ætla að spila fyrir ykkur förum við aðeins yfir umræðu frá honum tengsl, viðskipta, innflytjendamála, frelsis og hvernig þetta er allt saman í samspili af því að Nassim Nicholas Taleb er mjög akademískur í hugsun og mikill fræðimaður en hann hatar samt akademikera og hann hefur meiri trú á viðskiptum sem einhvers konar mótor fyrir framfarir í samfélaginu. Við skulum kíkja á þetta, komum líka inn á Pólland og Ísland í þessu samvíki, kíkjum á brot. Bara commerce or business are activities and places that bring out the best in people, making most of them forgiving, honest, loving, trusting and open-minded. As a member of the Christian minority in the Near East, I can vouch that commerce, particularly small commerce, is the door to tolerance, the only door, in my opinion, to any form of tolerance. It beats rationalizations and lectures. Like anti-fragile tinkering, mistakes are small and rapidly forgotten. Þú veist, þetta, hann er að segja bara viðskipti hreinsa sálina og viðskipti og peningar þeir hreinsa, þetta er bara hreinsun. Þú veist, af því að og þú finnur það, þú hatar ekki einhvern eða þú ert að gera góð viðskipti bæði af þinni hálfu og fyrir hann, skilur. Og það er bara eins með, þú veist, bara til dæmis hérna útlendinga á Íslandi, skilur. Þú veist, þeir sem eru á móti innflytjendum svona af einhverju svona gremju og hatri, þeir eru bara aldrei að stunda viðskipti við þá, skilur. Og þeir eru, á meðan, skilur, aðrir sem eru kannski svolítið hægri leigir að sjá og eitthvað svona, eru samt bara miklu slakari gagnvart því að bara við getum alveg gert eitthvað gott innan því að við erum allir að græða. Það er allir að, þú veist, ég er að fá hérna mat á diskinn fyrir mína fjölskyldu og þú líka, skilur. Svo eru til öfgar að þessu sem bara fólk sem vill bara, eru bara atvinnurekendur og vilja bara fleita inn eins mikið af fólki að getur bara til þess að fá ódýrt vinnuafl og eða stjórnmálaflokkar sem vilja flytja þetta inn til að kjósa sig. Demokratarnir. Og svo það er það og líka, þú veist, stjórnmálaflokkar sem eru eins og Píratar, skilur, sem eru bara með, það eru bara einhverju lögmenn sem eru Píratar og eru bara að maka krókinn á því að vera málflytjendur fyrir í málflutningi fyrir flóttamenn, sko. Þannig að þú veist, það er alls konar skrýtnir hagsmunir í þessu, en grunnurinn er samt þessi fallega hugsun að bara ef þú ert í góðum viðskiptum með einhvern, skilur þá gleymist svo margt sem er ólíkt með okkur, af því að viðskiptin eru það sem saman og þetta er bara raunsæ sín, þetta er svo ótrúlega áhugaverð innsýn og mikilvæg innsýn í það hvaða viðskipti eru góð samfélagslega. Nákvæmlega, því ég er meira sér alltaf að hugsa það, hvernig getum við, tengt saman okkar íslenska menningarsamfélag við samfélag allra þessa pólveru og allra þessa albana, skilur. Þú veist, það sem við ætlum að gera, allan að við höfum alltaf talað og okkur langar mjög mikið til að gera í fötunum okkar er að bú bara til Póllandsból, skilur.
kollaba með pólverum hleypa þessu inn Pólland fucking nett, göfugt glorious land episland með bara eitthvað svona alvöru sögu og alvöru aristokrasíu og alvöru menningu og menntun og listum það bólusettir sig enginn í Pólandi af því að það er svo djúpt anti-authoritarian þau vilja ekki hlýða ég held að það sé hæsta anti-vax landið af þeim öllum og mér finnst það bara til marks mikinn þjóðar karakter og þeir sem ég hef hitt sem eru pólskir á Íslandi og maður hefur rætt við alls konar og sumir eru konar miklu lengra inn í skilur íslenska samfélag, þar eru standaðin þá utan þess þrátt fyrir langa sögu þeir eru þjóðirni sinnaðir fyrir okkar hönd varst þú með mér í bílnum þegar ég var að tala við gaurinn og hann var að segja bara þetta er fáránlegt og bara ég var ekki neitt að breyta upp á neinu þannig að einhvern að saka með það gaurinn tók bara alveg upp á sitt einstæmi hann var að tala þegar við vorum eitthvað að vesena með eitthvað borð í einhverjum vörubíl og fengum hann eitthvað til að hjálpa okkur og hann var að segja bara ótrúlegt hvað Íslendingar vilja glutra niður sín eigin menninga og setja pólsku á all skiltin og hann var að segja bara hvað þetta þýða og ég var bara, wow, ok, fyrst þú segir það ég er sammála, skilur og þannig að þú veist þetta er þeir eru með eitthvað hugmyndir og þeir eru með stolt það er enginn sem að hatar svona afætur og slæma slæma innflytjendur eins og góð dugleg sem kemur einhver og býr til fyrirtæki skilur býr til fjölskyldu, býr til kúltúr aðlaða sig og eitthvað svona og það er alveg fokkin merkilegt ég hef alveg hitt nokkra pólverða sem eru svona kannski 20 fættir 2002, 3, 4 eitthvað svoleiðis hitta okkar neyri bæ sem eru annara kynslaður og þeir bara líta út, þeir bara algjörir pólverðar þú bara sér strax aðeins með pólverðar og síðan bara púlaður upp og segja hei blessaði maður, hvað segir þú? og maður bara wow, tala bara hreina pjúr fallega íslensku það er alveg mjög algengt aðlögunin samt enga og síður var þú veist að mörguleiti ekki nú góð og þeir pólverðar sem að með í skóla í kringum bara grunnskóla 7, 8, 9, 10 þetta voru oft svona lent oft svona bara þeir saman í hópum skilur en ekki að og svo voru fullt af undantekningum það sem menn blönduðust beint en þú veist þannig að það var allir gangur að hvernig það gekk það er bara mjög erfitt að láta marga aðlagast sem Pólverjar vita sjálfur þeir hafa ekki tekið á móti neinum flóttamönnum eða allan ég held að það sé eitthvað rosalega látt hlutverk að hlutverk af einhverjum svona til dæmis frá Miðausturlöndum eða Afríku eitthvað svona voðalega látt hjá Pólverjum þannig að þeir eru áhugaverð þjóð og þið ættu endilega að inkorporera þá gera Póllands ból eða bara það þarf að byggja þessa brýr og þessa brýr verða byggðar með viðskiptum það er bara þannig sem mannskjan virkar en máli er að vilda vinstrið þau halda að þau geti leist þetta allt bara með hugmyndafræði bara hugsa nógu mikið og tala nógu mikið og segja nógu mikið hættu að vera vond þú átt að vera svona, þetta á að vera svona bara nei leifum bara aðstæðum og viðskipta umhverfinu að vera þannig að allir eigi sameiginlega hagsmuni þá mun allt blómstra því að viðskipti líka menning og það er kultúr og það er list það er að nákvæmlega sama þú ert að díla í viðskiptum með þetta og þess vegna þurfum við viðskiptafrelsi við þurfum minna regluverk og það er rétt við þurfum minna regluverk við þurfum minna íþyngjandi stjórnvaldsákvörðunum sem stoppa þig þegar þú ert að gera eitthvað í lífinu eru ákvarðanir stjórnvalda að kúa þig í lífinu það getur vel verið, er ekkert ólíklegt Mér langar að fara yfir aðra klippu þar sem að ég var í vikunni til viðtals í dagmálum Morgunblaðsins hjá Andrési Magnúsinni blaðamanni. Þar var Andrea Sigurðardóttir blaðakona einnig með mér og við vorum að ræða svona vítt og breytt stöðu fjölmiðla, stöðu frjálslyndra fjölmiðla, hvernig þeir eru að taka sér stöðu í menningarstríðinu þegar þeir eiga að vera svona allt líkjandi og taka breiða skín á hlutina. Það er ekki svo. Við fórum líka inn í umræður lýðræðið almennt og þróun lýðræðis í vestrænum samfélögum sem ég hef auðvitað margoft fjallað hér að ef það er ennþá lýðræði þá er það kannski ekki mjög frjálslynd lengur og allan ekki frjálslynd í hefðbundna Kíkjum á brot í umræðum þetta. Það sem ég finnst líka bara rauð þráður í þessu það sem bara mín stjórnmálafræðilega skýring á því sem er að gerast í veröldinni að það sem við höfum lifað við sem heitir frjálslynd lýðræði ekki frjálslynd lengur. Eða það er að segja, það eru komnir mjög gerræðislegir þræðir í hugsun meginstraums stjórnmála að það eigi að kæfa niður ákveðin sjónarmið fyrir almannaheill. Og þetta er bara einfaldlega sjónarmið sem margir eru samferðir Orðræðinu sem er beitt til þess að réttlæta svona aðgerðir, til dæmis bara kæfa niður tjáningu borgara, yfirleitt þannig í þessari frjálslyndu lýðræðislegu umræðu þar snýst allt réttindi og til dæmis í faraldrinum þá vorum við með réttin til góðrar heilsu sem myndaðist allt í einu
Réttin til að smitast ekki. Réttin til góðra heilsu, réttin til að smitast ekki. Það myndast skyndileg mannréttindi í meðförum þessar frjálslyndu stjórnmálamanna og það besta við þessi mannréttindi að þau trompa þessi gömlu góðu, þessi gamaldags mannréttindi eins og tjáningafrelsi, fundafrelsi og annað eins. Og þetta taktík og farvegur og einhvers konar lífræn aðferð þessara frjálslyndu lýðræðisstjórnmálamanna til þess að beita mjög andlýðræðislegum aðferðum og það í gegnum umræðuna réttindi. Við tölum líka réttindi, við erum að tala þessi kynjamál og kynferðismál. Það réttur fólk til þess að hlutirnir séu bara sagði með ákveðnum hætti, að annars bara gangi of nærri þeim. Og það trompar þá þenn rétt til þess að tjáðu því. Og það þarf ekki einu sinni að leita langt yfir skammt. Í Bretlandi þá yfirvöld bara beint út að segja núna það sem þú ert að segja á netinu í tengslu við stjórnmál núna, þið getur verið refsa beint fyrir það. Þú þarft ekki eins og vera hvetja til að mótmæla eða eitthvað slíkt, heldur ef þú ert að... Þú ekki bara að segja það eru fallegir fjölmargir dómar nákvæmlega það. Já, þannig að það bara að sækja menn beint til saka fyrir tjáningu á netinu og þarna erum við komin alveg úr sambandi við svona þessi grundvallagildi að þú megi segja hvað sem þú vilt, það bara dottið úr sambandi mörgu leyti og menn eru alveg búin að fella grímuna bara á þessum síðustu og verstu tímum. Við erum með post og erindi frá Thierry Breton sem yfir einhverjum upplýsingamálum hjá Evrópusambandinu þar sem hann senda á Elon Musk í aðdraganda viðtals Musk við Donald Trump sem í Bandaríkjunum. Það kemur Evrópu ekki við, svona strangt til tekið. Það sem hann vara hann skýrt við að ef að þarna leynist einhverjar upplýsingar til dæmis sem hvetja, þetta alltaf svona orðað þannig, hvetja til haturs, hvetja til mismununar, hvetja til ofbeldis, ég skil það svona gamall og góður þáttur en þetta nýja hvetja til andúðar, hvetja til haturs, þetta slíkt orðalag að það má bara teygja þetta hvert sem í raun og veru. Þetta ritskoðun, þetta skilgreiningin á ritskoðun vegna þess að við föllumst á það að þó að menn vera ábyrgir orða sinna eftir á. Já. Að þegar þú ert að setja fólki í reglur það fyrirfram hvað megi hugsa eða segja, þá ertu komin yfir allt annað. Það einmitt hefur ekkert með lýðræði að gera. Og hann segir bara, hann segir bókstaflega í þessu bréfi, bara nýtt bréf, þið getur bara að lesa það beint, hann bara skrifar undir þetta. Hann segir bara, þú verður að virkilega vanda til verka í sambandi við það hvers konar umfjöllun og hvers konar aktivitet á þínum miðlum í tengslum við stóra pólitíska viðburði. Það bara, við eigum að ráða því. Það að segja, stjórnmálin, Evrópusambandið. Og bara þetta, þótt ekki væri nema önnur ástæða fyrir Íslendinga til þess að forðast þetta batteri eins og heitan eldin. Þetta orðið bara eitthvað ríkjasamband eða sambandsríki sem bara gjörsamlega tilbúið til þess að beita rosalegum aðferðum til þess að ritskoða. Og þeir eru stæra sig að því, Digital Services Act. Og þetta ekki eins og samsæriskenningar, þetta liggur bara allt fyrir. En Breton ekki kosin og það ekki hægt að losna við hann og svo framvegis. En hafa evrópskir fjölmiðlar, hafa þeir tekið til andmæla? Andmæla? Nei, þeir elska þetta. Bara ef þú lest bara Süddeutsche Zeitung í Þýskalandi, ef þú lest þarna bara þessa helstu frjálslyndu miðla, libbamiðla, þá þetta bara geggjað. Við erum að stoppa hatur. Já, þetta var líflegt samtal hérna með Andresi og Andreu og mér langar að sýna ykkur eitt broti viðbót þar sem við vorum að tala nánar það hvernig fjölmiðlar hegða sér í málum og hvernig verða að misbeita þessum hugtökum upplýsingaóreiða, hatur og í raun og veru hvað þróun hefur verið hröð og hvað hlutirnir hafa venjulegir fjölmiðlar hafa breyst hratt í eitthvað aðeins annað en þeir voru. Kíkjum á það líka. En eitt sem að fjölmiðlarnir hafa umfram að því að umræðan og skoðanaskiptin á samfélagsmiðlum getur verið afskaplega kaotísk og það getur verið rosalega erfitt að ná einhverjum svona rauðum þræði að ná vel utan mál út frá því sem að kemur á samfélagsmiðlum af því að hluta til, það einhver upplýsingaóreiða. Þú sérð eitt sem segir eitt og annar sem segir eitthvað annað og þar tækifæri til dæmis fyrir fjölmiðla að ná utan málin og koma með almennilegar fréttaskýringar sem að eru að því leitinu gagnlegra til, svona heildstæðar umfjöllun sem að þessi litlu samfélagsmiðlar, þar sem hefur bara svona mikið pláss að það nennir ekki að lesa svona langa færslur, að þar koma fjölmiðlarnir geta fjallað heildstætt flóknari málefni í stað þess að hausinn á manni sé út allt. Sko þetta væri, mér finnst það samt líka bara svona svolítið líka svona einhver útópísk sýn að fjölmiðlarnir séu færir að rísa yfir þetta, sjá heildarmyndina og presentera þá eitthvað svona heildarsýn, þú veist, upplýsingaóreiða samfélagsmiðlum. Sko, daginn vorum við með þetta ólympíuleikadót, þar sem að
þessi kona eða karl eða hvað sem það var, nákvæmlega, transkona eða transkarl eða hvað sem það var nákvæmlega í þessu boxdæmi. Intersex. Já, þú veist, og reyndist vera, þú veist, intersex eða eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var. Í boxring og það lítur út fyrir að þetta sé líffræðilegur karl í boxring að berjast gegn konu og þá allir eitthvað svona á samfélagsmiðlum byrjar það að heyri hvað í fjandanum í gangi þarna og þú veist, og svo ef að hlutinni væru fallegir og við myndum sjá fyrir okkar, það væri einhvers konar hlutlaus upplýsingaeining sem væri bara að fara að koma inn og segja bara, heyrðu hérna, þetta hérna. Ég bara veit ekki hverjum ekki treyst það hver sannleikur var í þessu máli, vegna þess að þú veist, Vísir kemur með mega hlaðið dæmi bara, því það er allt fullt af hatri á netinu, það er eini punkturinn á Vísi. RÚV, allt fullt af upplýsingaóreiðu, það er vandamálið. En enginn bara, hverjar eru staðreyndir málsins? Ég get ekki treyst þeim eins og ég veit að þeirra ætlun, og ég veit ekki hvernig MBL fjall þetta mál, en mér langar bara raunverulega að vita hvað, þú veist, ég upplifði það sama hjá þér. Ég var einhverju komin á það að þetta væri væntanlega intersex einstaklingur. Svo las ég einhvers staðar annars staðar að það var ekki eins og staðfest. Já, og mér langar bara að vita málið. Mér langar ekki að fá fyrirlestur hvað ég fullur af hatri. Mér langar bara upplýsingarnar. En eina sem þær voru kannski ekki allar fyrirliggjandi. Nei, þær eru ekki fyrirliggjandi, en maður fær samt fyrirlesturinn hvað maður fullur af hatri fyrir að velta þessu. Því að það má eiginlega helst ekki ræða þetta. Það stendur bara á sig kona í vegabréfinu og þar við situr. Og þar við situr, og þá eru við, þú veist, það er bara svona trúarbragðalegs eðlis í raun og veru hjá þessum miðlum að segja bara nei, svona er þetta, þú ert fullur af hatri. Og ég hugsa bara, þetta þá þessi hlutlausu miðla sem hefur gefið mér þessar góðu úttektir, af því að ég ætla að leita annað, skilurðu, og þú veist, það er það sem ég er að segja, sko, þessi miðlar eru, því ég er að tala bara eitthvað svona makíavelliska heimsýn, þetta eru bara fulltrúar ákveðina sjónarmiða í pólitíkinni, þú veist, að mörgu leyti, þú veist, það er á þessum síðustu vestu tímum, þá er, og ef það var einhver tíma til, þá er ekki tilnið sem heitir einhvers konar hlutlaus fjölmiðill sem bara svona horfir yfir og metur það. Þeir eru bara þáttakendur í menningarstríðinu, þeir taka bara hlið, þeir taka bara afstöðu og það, ég hef unnið þarna, ég veit nákvæmlega, þú veist, og ég hef unnið á Mogganum, ég hef unnið á Vísi, ég veit hvernig það virkar og þú veist, þannig að þegar söngurinn byrjar að fjölmiðlarnir sé að fara, þú veist, við erum að missa þá og þeir eru að fara að veita eitthvað svo áreiðanlega upplýsingar, ég segi bara, þú veist, ég ætla frekar að fara bara af offorsu inn í nýja öld þar sem að maður treystir kannski ákveðnum einstaklingum fyrir ákveðnum upplýsingum, á öðrum einstaklingum fyrir ákveðnum öðrum upplýsingum. Já, þetta var meira úr líflegu samtali sem ég átti í dagmálum Morgunblaðsins með Andrési Magnússyni og Andreu Sigurðardóttur. Mæli með að hlusta á þáttinn í heild sinni. Dagmál Morgunblaðsins getið flettis upp, þar finnið þið samtalið á vef Morgunblaðsins. Meira klukkstundar samtali og förum dýpra út í stöðu íslenska fjölmiðla í víðum skilningi, einkarekina sem ríkisrekina. Mæli með. Áður en lengra haldið tökum við það fram að fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Reykjavík Photo, þangað sem þú getur leitað til þess að fá hljóð, ljós og mynd, allan þann búnað ódýrt og fullkomið til þess að stíga þín fyrstu skref í tækninni ef þú vilt taka hlutina á næsta stig. Reykjavík Photo. Annað fyrirtæki er Myntkaup. Það er sá staður íslenskur og það fyrirtæki íslenskt sem ég mæli með að leita til ef þú hefur áhuga á rafmyntum og til dæmis Bitcoin. Spennandi eignaflokkur sem sífellt fleiri er að kynna sér. Ef þú vilt kaupa það í Íslandi, þá ættir að gera það með Myntkaupum. Áður en við höldum áfram stutttilkynning frá öðrum samstarfsaðila. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Til þess að skemmt ykkur enn frekar þá langaði mig að draga eitt upp úr skúfunni, sem er episkasta síma-ad sem hefur verið gert í hlaðvarpi á Íslandi, þótt ég segi sjálfur frá. Og það var þegar Hákon Jóhannesson stórleikari kom í Skoðanabræður og hringdi út Kaupmannahöfn fyrir okkur, meðal annars í sundlaugar í COVID-tímabilinu. Þannig voru miklar takmarkanir í sundlaugum og alls ekki augljóst hvað mátti og hvað mátti ekki og hann gekk á lagið í símtölum sínum til sundlauga og spurði svolítið erfiðra spurninga og ég minnist þess að þetta var eftirminnilega skemmtilegt og það er Hákon Jóhannesson sem þið heyrið hérna í símati í Skoðanabræðurum í mars 2021. Þið getur líka fundið þátt í heild, það eru fleiri símat hjá okkur í Skoðanabræðurum. Kíkið á Hákon Jóhannesson. Og það væri sérstaklega gott sko ef þið getur verið tveir að hringja eitthvað. Segja tveir bara, ok, takið þessu. Hringja saman? Þeir hringi í Vesturbæina og þeir eru tveir bræður saman, þeir eru tveir bræður saman.
Þið búið á Kjalarnesi og þeir eru saman í Bluetooth-græðinum í bílnum og þið eru að tala við gæjan og þið ætlaði að fá hann til þess að taka frá pláss í Vesturbæjarsálinni og þið eru 2 bræður frá Kjalarnesi á leiðin í bæinn. Ok, fyrir bara strax í það. Já, strax í það. Viljum við ykkur Hringdi í Vesturbæjarlínu. Nei, málega, við erum með 2 heilar á bendinni. Það eina sem við þurfum að gera er bara einu sem við þurfum að hugsa er bara ásetningunum. Ég þarf að panta tíma. Ég er í bílnum. Ég er á leiðinu frá Kjalarnesi. Hvort það er sánu eða pottin? Þú veist, af því að potturinn er meira sækó, sko. Pottin? Hvað er heitasti potturinn heitir? Hvað er hann heitur? 42-44. Já, ok. Ég ætla að fá að panta 2 pláss í 42-44. Já, og þið eru 2 og þið er mikilvægt að taki fram Þú hefur náð sambandi við Vesturbæjar. Mikilvægt að þið taki fram að þið séu 2 bræður í bílnum á Bluetooth speakerum. Press 2 for opening hours. Ef ekkert er valið, farðu sambandið afgreiðslu. Takk fyrir. Þekki vilt að fólki í Vesturbæjarlínu, sko. Gaman að Óli Norskjöld. Vesturbæjarlínu, góð kvöld. Hæ, góð kvöld. Herðu, við erum hérna 2 á leiðinni frá Kjalarnesi. Við erum að tala hérna í bílnum. Fyrirgefðu, heyrir í mér? Er þetta ekki Vesturbæjarlaug? Jú. Já, við erum að koma hérna. Við erum að keyra 2 bræður í bíl frá Kjalarnesi og sko, að því að við höfum komið nokkur sinnum á meðan COVID hefur verið í gangi. Mér langar að spurja af því að við lentum í því, við komum að því að þið eru með sko 40, eru þið ekki með 42 til 44 gráð pott? Jú. Ok, ég er að hringja af því að fyrirgefðu, ég þurft að herðu, ég ætla að fá ég þarf að afgreiða, þú veist, ég þarf að mynda að spyrja hjá mér. Hvað þarf að spyrja? Ég byrst afsökunar, ég ætla bara að spyrja sko, ég er búinn að koma, við erum frá Kjalarnesi, við keyrum alla leið, við komum 2 svar og ég heldum að þetta væri fyrst skiptið eða bara verið opni, en við fengum ekki pláss í pottinum, við vorum í lauginu svona 3 tíma og við viljum bara panta pláss fyrir 2 í 42 til 44 gráð pottinum klukkan 9. Við verðum mætt á staðinn. Já, nei, það gengur ekki. Já, við verðum bara samt að fá að mætast einhvern veginn á miðleið vegna þess að við höfum upplifað áður og við borgum fullt verið. Við sjáum velkonur hingað en það er ekki tekið neitt frá. Má ég þá spyrja eitt? Má ég afgreiða? Þú mátt afgreiða. Ég spurt þegar þú kemur. Málir, ef ég mætti segja ég er á leiðinu frá Kjalarnesi, þá langar maður að spyrja eitt. Ég er á leiðinu frá Kjalarnesi, ég er að keyra frá Kjalarnesi, ég vil bara fá að spyrja þig eitt, ég hlýta með að hringja. Ég meina ég er viðskiptavinur og ég hef ekki bara viðskiptavinur, heldur viðskiptavinur sem borgar fullt verð. Ég er að segja, ég sé það, ég fullt verð er mun dýrara en að kaupa sundkort, ég höfum borgað fullt verð, mér finnst eðlilegt að megum kannski fá að panta 2 pláss í þessum potti. Nei, það er ekkert hægt neitt svoleiðis hér. Hvað með að fara margir í pottin? Það eru 4. Ok, með að panta 1 pláss í pottinum? Nei. Við getum delt í? Á ég að hafa mann hérna úti í aukavennu við að passa på það? Nei. Það bara gengur ekki. Hann getur bara prentað með það. Þið eru velkonir í lauginu eins og allir aðrir, en það er ekki tekið frá hérna. Þau gerðu þetta í Mosfellsbæ fyrir okkur. Þau prentuðu út með það, sett hann á pottin. Mér er alveg sama hvað er gert þar. Það er ekki gert hér. Þú getur breytt tölunni 4 í 3 og þá vitum við bara, já það er snöndum 3. Ok, það þýr að við erum bara... Herðu, það er kærlega fyrir. En við tökum ekkert frá. Bara 1 pláss, í hálftíma, bara hálftíma. Hvað sagðirðu? Augnablik? Já. Við erum með það hérna. Bróðir minn er svolítið þögull. Halló. Hæ, veistu, bróðir minn hann er alveg þögull. Hann situr á hliðinum og hann ná ekki til orð. En ekki út af þér. Mér finnst þú indæl, en mér finnst bara að þú getur kannski leyft okkur að fá þessu framgengt. Nei, ég get ekki leyft okkur það. Já, þetta er komið, takk. Getum við rætt aðeins? Ég get ekki gert það. Getum við rætt aðeins það? Nei, ég bara hef ekki tíma í þetta. Ok, má ég þá spyrja þig einu? Já, dríðu. Ok, ef að þú pantar 1 pláss í pottinum, ef... Ég panta ekki neitt, það er ekkert ef. Ég sagði ef. Já, ég sagði það er ekkert ef. Já, ég meina, það er ekkert ef. Ef ég myndi fljúa frá götunni, ætlar að segja það er ekkert ef. Ég ætla bara að fá að segja ef. Það er bara ef. Þetta er bara í einhverjum öðrum veruleika, greinilega. Ef við ætlum að panta pláss í pottinum, heyrðu mér.
Halló? Ég heyri í þér, já. Ok. Ég er bara svolítið þreytt á þessu. Ég er búin að gefa skýrsvör. Ég er búin að gefa skýrsvör. Já, ég veit það. Þú er búin að gefa skýrsvör, ég er búin að gefa skýrsvör. Við erum að tala saman, mér finnst þú indæl. Já, en ég bara hef ekki tíma í samtal. Það er bara of mikið að gera hérna til þess. Við erum á leiðin frá Kjalarnesi, við erum viðskiptavinir. Ég finnst við ættum að fá aðeins tíma fyrir samtal. Bara örlítið. Já, það bara er ekki. Nú verð ég bara að leggja á. Hvað eru við búin að tala lengi saman? Mér finnst það ekki... Allt og lengi, með að hérna það, hvað er nú að gera hérna? Ok, maður spyrir ennu. Er hægt að segja... er hægt að segja í kallkerfið klukkan 9:02 í pottinn frá Kjalarnesi jú, í 10 Það er ekki kallkerfið hérna. Er þá hægt að kalla kannski yfirlaugina eftir klukkan 9, eftir 10 minútur koma 2 bræður frá Kjalarnesi, þeir vilja fara í heitasta pottinn, svo geta þeir farið upp úr. Nei. Hvers vegna ekki? Fyrirgeðu, sko, veitir það, ég er náttúrulega, það er örugglega fullt af fólki sem er hlustað á þetta og hugsa bara, djöfull er hann dónalegur og ég meina, ég er bara sammála, ég er mjög dónalegur og ég er bara mjög leiðilegur og ég meina, þetta var geggjað. En ef þið eru að hugsa, þú veist, þið sem eru að hlusta, ef þið eru að hugsa bara, djöfull, varstu vondu við þessa konu, greiði konan sem vinnur á dölunni, ég bara 100% rétt hjá ykkur, bara skamma mig, en ég veit ekki af hverju ég er svona. Við höfum ekki lengra að sinni, þökkum ykkur fyrir áheyrnina, samstarfsaðilar okkar eru Reykjavík Photo, Mynd, Kaup, Þorgrímsson og Happy Hydrate. Ég minna á kjörur og fréttaþáttarins, ást á ættjörðu, ást á sannleika og boða það að hér sjáumst við í næstu viku. Guð bless ykkur.